Já, Biggi, þú vorst að fara að keppa núna EM í nóvember, langt sem þú kepptir síðast, kepptir í mars í fyrra. Hvers vegna er svona langt síðan þú hefur keppt? Já, sko, mars í hitti fyrra, sko, það er tæp 2 ár síðan ég keppti síðast. En hvað, þú veist, þetta er voðalega happ og glappa bara, hvað, þú veist, hvernig maður fær fæti eða ekki, sko, þar, þú veist, seinast ég barðist, þá var alveg, 3 eða 4 vikur á milli bardaga og svo var ég skráður í bardaga, þú veist, einhverju 3 vikur seinna í Skotlandi sem varði ekkert úr, annars datt út. Akkurat, og hvar hefur þú verið svona, í hverju hefur verið að vinna í, bara síðan þú kepptir síðast? Ég hef búinn að vera duglegur að reyna að bæta mig í glímunni sem er alltaf svona minn svona veikasti lekkur. Ég gengi ágætlega með það, sko, en það er ennþá langt í land með að vera eitthvað brjálega góður. En ég er þokkalega sáttur með þessi framfæri sem ég hef tekið. Og nú varst að fara EM í fyrsta sinn, fórst ekki í fyrra. Hvernig leggst það í það að vera að fara að keppa á þessu móti? Já, þetta er auðvitað allt öðruvísi heldur en þessi fight night sem maður er búinn að vera að taka, þar sem maður tekur stakkan bardaga já, mér líst vel á þetta verður svona allt öðruvísi heldur en maður er vanur og maður veit ekkert almennilega hvað, þú veist, hverju maður er að vona á þannig laga, sko, maður veit ekki eins og hverju maður er að berjast á móti og þú veist, svo er margir bardagar, þú veist, í nokkra degi röð, sko, maður er bara til í þetta, það er ekkert öðruvísi. Hvernig heldur að verða einmitt að keppa mögulega nokkra bardaga í röð? Heldur að muni berjast eitthvað öðruvísi vitandi það, er það bara einn bardaga einu? Já, sko, þetta er alltaf spurning, sko, það sem ég er búinn að hugsa með þetta mál er að passa mig að vera ekki að slasa mig, þú veist, ég vil ekki vera, þú veist, brjóta mér hendina eða eitthvað eins og ég lendi í hinum bardaganum, sko. En þar fyrir utan, sko, mér finnst ég vera heil sprækur á því alltaf eftir hvern bardaga og gæti þess að tekið, þú veist, annan í kjölfarið, sko, þetta er. Sko, ég er bara að fara að hugsa þetta, sko, einn bardagi einu, bara passa mig að reyna að slasa mikið eins og ég segi. Nú eru 2 liðsfélagar skráður í sama flokk, þú og Magnús Ingi. Hvernig heldur það væri ef þið myndu mætast? Hvað? Já, nákvæmlega, maður er alveg búinn að hugsa út í þetta. Þetta er alveg alltaf súr pæling svolítið, sko, en þú veist, við vitum að báðir, þú veist, þegar kemur að því þá tökum við á því bara, þú veist, og gefum allt í þetta og það er alltaf, þú veist, allt í bróðinni fyrir og eftir, sko, en hundleiðilegt að, þú veist, að þetta sé inn í myndinni, sko. Já, akkurat. Er planið þitt eitthvað að klára þetta svona snemma með höggum eða ertu eitthvað svona spá í því? Algjörlega, ég er alltaf til í það, sko, frekar en ekki og einmitt spurningum að reyna að spara sig og þú veist, fara vel út úr hvernig bardaga, þú veist, það er, þú veist, eins litlu búðrum að getur, sko, algjörlega. En það er bara líka alltaf pælingin hjá mér, sko. Og hvað er svona markmiðið hjá þér á mótinu í ár? Á mótinu í ár? Þetta er bara sama venjulega, sko, ég reyni að halda þessi standardi og ná að nota mín helstu vopn, þú veist, þarna er bannað að sparka hnésbörk í haust, þannig að það hefur tekið frá mér, sko. En og þarna eru leggklífar líka sem er ekki vanur að vera, þannig að það er svona aðeins verið að vinna á móti mér með því, sko, með mínum helstu vopnum. En það er ekkert að fara, þú veist, að stoppa mig, ég bara sparka fastar og kýli fastar.